Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Við ætlum að taka fyrir bólusetningar í þætti kvöldsins, en þær hefur verið mikið rætt í samfélaginu undanförnu, enda færist það í vöxt að foreldrar bólusetja ekki börnin sín. Við ætlum að heyra viðtal við Margréti Guðnadóttur, 85 ára gamlan veirufræðing sem enn er að störfum, en hún segir okkur frá því hvernig mislingar lögðust á fólk hér á landi áður en bólusetningar hófust og útskýrir hversu bráðsmitandi mislingar til að mynda eru. Sigurður Guðmundsson, smitsjúkdómalæknir og fyrrverandi landlæknir er hingað kominn, en hann hefur meðal annars starfað við bólusetningar í Malaví. Hann telur það mikið ábyrgðarleysi ef foreldrar bólusetja ekki börn sín, en áður en við heyrum í þeim, þá ætlum við að fjalla breska læknin Andrew Wakefield sem hélt í fram að samhengi væri á milli bólusetninga og einhverfu í börnum. Það reyndist tómt bull og hann missti lækningaleyfið fyrir að falsa niðurstöður rannsóknarinnar. Það hefur verið mikið rætt hvort bólusetningar gegn mislingum, rauðum hundum og hettusótt geti valdið einhverfu hjá börnum. Upp af þess má rekja til ársins 1998. Þá birti vísindatímaritið Lancet rannsókn eftir Andrew Wakefield sem er breskur skurðlæknir. Í henni kom fram að greinileg tengsl væru á milli bóluefnisins, sem kallast MMR, og einhverfu í börnum. Einnig hélt Wakefield því fram að bóluefnið ylli ristilsjúkdómi í börnum. Þessar niðurstöður hans vöktu eðlilega mikla athygli, enda langflest börn bólusett í löndum þar sem heilbrigðiskerfið er gott. Fljótlega fór hins vegar að bera á miklum efasemdum þessar niðurstöður. Aðrar rannsóknir sýndu fram á hið gagnstæða og þrátt fyrir margar tilraunir reyndist ógerningur fyrir aðra lækna og vísindamenn að staðfesta niðurstöður Wakefields. Örfáum árum síðar sögðu 10 af 11 meðhöfundum Wakefields sig frá greininni og töldu hann hafa leynt staðreyndum. Lancet dró síðan greinina tilbaka, en slíkt gerist ekki oft. Aðalritstjórinn sagði hann að ranga og að ritstjórnin hefði verið blekkt. Rannsókn fór fram á vegum bresku læknasamtakana og var niðurstaðan sú að Wakefield hefði brugðist skyldum sínum, starfað ósiðlega og unnið gegn hagsmunum sjúklinga sinna. Hann var sviptur lækningaleyfi og má því ekki starfa sem læknir í Bretlandi. Hann býr nú í Bandaríkjunum og hefur ekki fengið leyfi til lækninga þar. Wakefield er sakaður að hafa falsað upplýsingar úr sjúkraskrám. Samkvæmt þeim kemur fram að sum barnanna í rannsókninni höfðu einkenni einhverfu áður en þau voru bólusett. Einnig að hann hafi handvalið þau til að kalla fram fyrirframgefna niðurstöðu. Það hafi hann gert vegna þess að hann átti fjárhagslegra hagsmuna að gæta vegna málaferla sem voru í gangi vegna bólusetningana. Wakefield hefur alltaf varið rannsókn sína og staðið við hana, nú síðast fyrr í þessu mánuði. Hann vísar því sem sagt á bug að hann hafi falsað niðurstöður og blekkt vísindasamfélagið og almenning. Hann á sér hins vegar fáa fylgismenn. Flestir telja að hann hafi valdið miklum skaða, enda fækkaði þeim mjög sem létu bólusetja börnin sín. Sumstaðar fór hlutfallið úr 90% niður í 70%. Í framhaldinu fjölgaði mislingatilfellum mjög í Bandaríkjunum, Bretlandi og Írlandi svo dæmi séu tekin. Dauðsföllum fjölgaði og alvarlegum veikindum vegna rauðra hunda og mislinga og er það rakið til rannsóknar Wakefields. Gagnrýnendur hans hafa einnig haldið því fram að umræðan bóluefnið og einhverfu hafi valdið auknu vantraustu á bóluefnum almennt. Þessi umræða snýst þó ekki bara einhverfu. Margt fólk telur að aukaefni í bóluefnunum valdi alvarlegum aukaverkunum og séu beinlínis heilsuspillandi. Það séu hins vegar hagsmunir stórra lyfjafyrirtækja að halda öðru fram og að þau hafi mörg hver lækna á sínu bandi sem gæti hagsmuna þeirra en ekki almennings. Umræðan þetta brýst út með reglulegu hætti. Flestir læknar telja hins vegar hafið yfir allan vafa að bólusetningar geri mun meira gagn en skaða og að það sé ábyrgðarleysi að bólusetja ekki börn gegn mislingum, rauðum hundum og hettusótt. Sigurður Guðmundsson, vertu velkomin í Kastljós. Takk fyrir það. Er það hafið yfir allan vafa í þínum huga að Andrew Wakefield er fúskari, lottari? Já, ég held að verði að segja það og ég er ekki einn þá skoðun að það er svo sem ekki í fyrsta sinn sem svik og prettir eru hafður upp í vísindum því miður. En því hefur verið haldið fram að á allavega á síðustu 100 árum að þá beri Wakefield vinningin í því efni að vera sá fúskari, sá svikari við vísindin sem hafi valdið mestum skaða í heiminum. Margir slæmir en hann sennilega sá versti. Vegna þess að eins og þú nefndir að þá varð þessi grein sem reyndist vera byggð á fölskum upplýsingum og reyndar tilbúnum upplýsingum, var unnin á 12 börnum með einhverfu í Bretlandi. Hún var til þess að Wakefield hélt því fram, ekki bara í greininni, heldur ekki síður í umræðum eftir að hún birtist,
að bóluefnið sem MMR við mislingum, rauðum hundum og hettusótt beinlínis illi einhverfu og einhverfa auðvitað skelfilegt vandamál. Og þetta var til þess, eins og þú líka nefndir, að bólusetningartíðni, þeim börnum sem voru bólusett, fækkaði verulega og fyrir vikið þá hefum við séð því miður endurtekna faraldra af mislingum núna á undanförnum árum, ef ekki áratug. Og ég held að sé hægt að fullyrða það að mestu leyti, ef ekki að langmestu leyti, vegna þessar umræðu í kjölfar þessara svika og pretta nefns kollega míns Wakefields. En ef að þetta svona klippt á skorið, af hverju umræðan þetta þá svona gegnum gangandi? Af hverju eru svona margt fólk sem að trúir því ekki að bólusetningarnar séu svona góðar og gagnlegar eins og sagt Ég held að þetta sé nú svo sem bara eins og með svo margt annað. Það ýmislegt í mannlegu samfélagi sem menn vilja ekki meðtaka, trúin flytur fjöll og menn festast í einhverri fyrirfram mótæri skoðun án þess að geta, vilja eða hafa yfirsýn, þekkingu til þess að geta rökstutt hana. Þeir fylgja oft ákveðnum leiðtogum eins og Wakefield hefur sannarlega orðið í þessum hópi sem nú sem betur fer ekki mjög stór en þó nægilega stór til að vera hávær og hafa valdið þessum verulega skaða sem við nefndum. Já, en nú þetta nú samt margt ágætlega upplýst og vel lesið fólk. Engin spurning. Þið læknarnir eru svo einhvern veginn svo vissir í ykkar sök og það má alveg máta á ykkur þau rök að þekking dagsins í dag ekkert endilega það sem heldur á morgun. Vissulega eigum við að vera opin fyrir því að þekkingin breytist og við eigum að hafa þroska og getu og vit til þess að breyta hegðun okkar í samræmi við nýja þekkingu. Hins vegar það þannig að við höfum núna horft á virkni gagnsemi bólusetninga í allmarga áratugi frá því að við byrjuðum að bólusetja. Eins og sennilega flestir vita þá hefur langlífi aukist í heiminum og það að miklu leyti vegna þess að ungbarnadauðinn féll og ungbarnadauðinn hefur fallið í heiminum fyrst og fremst vegna tilkomu bólusetninga. Við erum farin að ráða við barnasjúkdóma sem áður drápu börnin. Vissulega kemur ýmislegt annað til eins og bættur efnahagur, bætt næring, bætt menntun, betri aðstæður, vissulega, en bólusetningar eru samt hornsteinninn í þessum árangri. Menn hafa auðvitað verið að líta tilbaka alltaf öðru hvoru hvað hafi nú staðið upp úr í því sem við gerðum á liðinni öld frá 1900 til 2000 sem hafði hvað mest áhrif á almanna heilbrigði í heiminum. Og þarna getum við nefnt, bílbelti og p-pilluna og bætt mataræði og minnkandi reykingar og hvað eina, en bólusetningar eru efst á þessum lista og það enginn sem getur dregið það í efa. Við höfum getað útrýmt einum sjúkdómi í heiminum sem flestir kannast við, það bólusótt eða stóra bóla sem felldi Íslendinga unnvörpum á liðnum öldum og það var gert með bólusetningum. Þetta gerist ekki af tilviljun, þetta ekki dregið út úr einhverjum hatti, þetta gerist vegna bólusetninga. Við erum mjög langt komið með því að útrýma mænuveiki og það líka vegna bólusetninga. Þannig að það eiginlega sama hvar við berum niður að árangur og virkni bólusetninga mjög augljós. Hér á Íslandi, sem kannski fólki finnst alltaf áhugavert að velta fyrir sér, hvað með okkur? Þá byrjuðum við að bólusetja við ákveðnum sýkli sem veldur heilahimnubólgu árið 1989, hann hvarf úr samfélaginu. Árið 2002 byrjuðum við að bólusetja gegn öðrum sýkli sem veldur heilahimnubólgu og hann líka horfinn. Þannig að meira segja svona nálægt okkur, þá þessi árangur augljós. Og það eiginlega ekki hægt að efast þennan árangur. Jafnvel þó svo að ég geti alveg... Þú segir samt eiginlega? Nei, ég segi ekki eiginlega. Ég held að þessar upplýsingar séu komnar í höfn, séu komnar heim. Vegna þess að tíminn orðinn það langur, rannsóknir orðnar það margar og bera allar að sama brunni hvar sem litið Auðvitað hafa bólusetningar aukaverkanir, vissulega, við skulum horfa í augun á því. Þær eru hins vegar mjög sjaldgæfar. Það hefur verið talið að það sé kannski 1 til 2 af hverju milljón bólusetningar gjöfum sem valda aukaverkunum. Ef við berum þessa áhættu, sem við skulum ekki sjálfu sér horfa framhjá, síður en svo, saman við árangurinn af bólusetningun, þá mjög auðvelt að sjá í hvern veg reynslan fellur. Þungi,
þungi árangursins, hann gengur langt fram úr því og vegur langt sko á móti þessum litla, en þó ekki þessari litla áhættu sem við samt skulum ekki gera lítið úr. Þannig að fólk verður bara að vega og meta hvað viljum við. Já, við ætlum að heyra núna smá viðtal við Margréti Guðnadóttur sem að ennþá starfar sem veirufræðingur og hún 85 ára gömul og hefur því verið inn í þessum málum býsna lengi, þekkir söguna eins og Sigurður hér að vitna til. Við heyrðum aðeins í henni í dag. Margrét, segðu mér hvernig þetta var áður en byrjað var að bólusetja við mislingum. Þeir gengu hér með reglulegu millibili og þeir eru mjög smitandi. Þannig að sá sem hafði ekki fengið mislinga áður, ef hann lenti í smithættu, hann varð veikur. Og ég tekið sem dæmi af skipi sem að lagði af stað frá Kaupmannahöfn. Þar gekk mislingafaraldur hérna fyrir á árum og sjómennirnir fóru heilbrigðir að heiman og sigldu til Grænlands og þeir komu til Grænlands á laugardegi, komu þar til Hafnar og þeir voru hressir allir saman og fóru á ball kvöldið og dansuðu þar, en daginn eftir var einn af þeim komið með hósta og hita og hafði verið það kvöldið þegar hann lagði af stað ballið, en það staðfest að hver einasti grænlendingur sem var á þessu balli smitaðist. Og þetta bara dæmi það hvað mislingar eru smitandi og það erfitt að verjast þeim ef fólk umgeist í sama herberginu og einhvern sem að hóstaði út í andrúmsloftið. Hvað svona það hættulegasta við mislinga? Það hættulegasta eða það algengasta lúnabólgan. Síðan svona 1 af hverjum 1000 mislingasjúklingum sem á þeim tíma fekk heilabólgu sem var af alvarlegu tagi, þannig að menn lömuðust og mistu mikla heilafunksjón eftir þessa sýkingu og það mjög alvarlegt. Þú fékkst sjálf mislinga og börnin þín. Hvernig lýsti þetta sér? Þetta lýsti sér í því að mislingasýkingin sem að verður við byrjar með háum hita, 39 til 40 stigum í hita. Og hitinn fyrsta einkennið, fyrstu dagana, síðan í lok þessara sýkingar, ef ekkert alvarlegt kemur fyrir, þá byrja útbrot í andlitinu og fikra sig niður allan líkamann og þau voru mjög auðþekkt. Svo það vissu flestir hvort þeir höfðu fengið mislingar ekki. Þannig ekkert einkennalausar sýkingar eins og í rauðhundunum. Það sjást ekki í mislingum. Það vita allir hvort þeir hafa fengið á eða ekki. Og þú og börnin sluppuð vel frá þessu? Já, við sluppum eins og sem betur fer flest allir sleppa, en fylgikvillarnir eru mjög alvarlegir og síðan vil ég taka það fram líka að þetta sem ég að segja á við velnærða einstaklinga í vestrænum þjóðfélögum. Og ég veit ekki betur en að svona sirka 3/4 af þeim börnum sem að deyja úr farsóttum í þróunarlöndunum og eru með eggjahvítuskort eða önnur einkenni vannæringar, þau deyja úr mislingum. Hverju breytti það þegar bólusetning hófst hér 1976? Það breytti því að síðan að almenna bólusetningin á börnum hófst hér og það var bólusett til að byrja með við 2 ára aldur, síðan fært niður í 18 mánaða aldurinn. En ég veit ekki til að það hafi gengið mislingafaraldur á Íslandi síðan farið að bólusetja reglulega öll börn. Það hafði þau áhrif og það hefur það sem að fólk mætir í bólusetningunum með börnin sín, eins og mér þykir sjálfsagt að gera. Nú hávær umræða rétt fólksins til að velja hvort að bólusetja börnin sín. Hvað segir það? Kannski ekki hægt að taka neitt foreldrarétt af fólki, en þeir verða að huga því hvað þeir eru að gera börnunum sínum. Í nútíma vestrænu þjóðfélagi þá eru unglingarnir ansi mikið á ferðinni fara til annarra landa, það sem ekkert gert. Og ég hugsa að vilji fæstu foreldrar standi í því að fá þá veika eða dauða heim eftir svoleiðis ferðalög, þó ekki sé nú annað. Fyrir nú utan það að ef að þjóðfélagið vel bólusett eða allir mæta nú á sínum tíma sem ekki eru veikir eða hafa löglega forföll að því leyti til, að þá engin hætta á faröldrum af þessum andstyggilega sjúkdómi. Þetta var Margrét Guðnadóttir. Við heyrum hvernig hún talar, við heyrum hvernig þú talar. Þetta nánast eins og að þeir séu að halda þið fram að þeir sem að vilja ekki bólusetningarnar
gætu allt eins verið að halda því fram að jörðin væri flöt. Já, því miður, þá held ég að við skulum gera ykkur fyrir því að þessu fólki sem heldur fram þessum skoðunum, því gengur örugglega gott eitt til. Það hefur ekki séð sjúkdóminn sem Margrét var að lýsa þarna og ég hef séð bráðveika og hundveik börn úr mislingum og það ekki fögur sjón, satt að segja. En þetta fólk hefur ekki séð það. Þannig að hins vegar, eins og vorum að tala hérna áðan, að upplýsingarnar sem við höfum í höndunum eru svo öflugar og svo sterkar að já, því miður, þá raunverulega að deilum þetta eins og að halda því fram að jörðin sé flöt. Það var Hillary Clinton sem núna, alltaf sem held ég í forsetaframboði í Bandaríkjunum, sem sagði svona eitthvað á svipaðan hátt að hún sagði að sko jörðin hnöttótt og himinn blár og enginn getur efast gagnsemi bólusetninga. Þetta raunverulega svona einfalt. Já, þú hefur hérna unnið við þessi mál í Malaví, sem náttúrulega allt aðrar aðstæður heldur en hér. Já. Hvernig kemur þetta þér fyrir sjónir hafandi þá reynslu? Já, það eiginlega næstum því enn þungbærara að hlusta á þessa umræðu sem byggð ekki á meiri þekkingu heldur en raun ber vitni eftir að hafa séð hvernig heilbrigðisþjónusta fer fram, þann skort sem hún á við að ríkja, hún horfist í augu við í löndum í Afríku, til dæmis sunnar Sahara, þar vantar fjármuni, þar vantar mannskap, þar vantar líf, þar vantar allt og þar meðal annars mislingar ganga þeir í faraldrum og þar deyja börn, svona meðaltali, að þá deyja 1 af hverjum 10 börnum á þessum slóðum sem fá mislinga, sem hrikalega hátt dánarhlutfall. Ég vona að þetta sé ekki, og ég veit að þetta auðvitað ekki það sem við viljum, en þetta mislingafaraldrar gætu blasað við okkur hér ef bólusetningar hlutfallið lækkar verulega. Núna sitjum við í sjálfu sér ekkert illa, það 93% íslenskra barna eru bólusett fyrir mislingum. Ef þessi umræða og þessi tilhneiging heldur áfram og þetta hlutfall lækkar verulega, þá erum við farin að sjá fram og raunverulega hættu á því að hingað geti komið faraldur. Það svona hægt að reikna það út að til þess að við séum sannarlega varin fyrir mislingafaraldur þurfi þetta hlutfall að vera 95%. Við erum rétt undir því. Ef það fer verulega niður þá gæti þetta gerst. Já. Og auðvitað það eitthvað sem við vildum helst vera laus við. Og þegar þú ert að nefna þessar tölur þá komu hugtæki sem kallað hjarðónæmi. Getur útskýrt hvað það er? Það raunverulega það sem ég að tala að fyrir sjúkdóma, smitnæma sjúkdóma, þá komast þeir ekki af stað, þar að segja allavega að geta ekki orðið að faraldri ef að tiltekinn fjöldi eða tiltekið hlutfall af þeim sem búa á tilteknu svæði eða í samfélaginu eru ónæmir. Fyrir mislinga þetta hlutfall það bil 95%, fyrir aðra sjúkdóma það lægra af því að þeir eru ekki eins smitnæmir. Mislingar eru sannlega smitnæmustu sjúkdómurinn sem við erum að ræðum hér á þessum tímum. Það bil 12 til 18 manns smitast af hverjum einum sem fær sjúkdóminn. Þannig að þetta breiðist út eins og eldur sínu. Ef við horfum á inflúensu þá það svona cirka 2 til 3 til 4 sem smitast af hverju inflúensutilfelli. Ebola hefur verið mikið í umræðinu undanfarna mánuði og misseri. Það smitast það bil 1,6 til 1,7 að meðaltali af hverju ebolatilfelli. En heimurinn raunverulega fór á hliðina í þessari ebolaumræðu. Ég held að sé mun meiri ástæð til þess að taka umræðinu mislinga og skildasjúkdómi jafn alvarlega, ekki alvarlegar heldur en því sem við höfum þegar við horfum til ebola. Það örugglega einhverjir sem hlusta á okkur núna sem að hugsa með sér að þetta sé hræðsluáróður. Að líka saman mislingum við ebola. Það ábyggilega alveg rétt, en vissulega dánarhlutfallið úr mislingum miklu lægra sem betur fer af ebolu, en sjónarmiðin eru hins vegar svipuð. Og við skulum svona aðeins halda áfram að hugsa þetta. Hvað gerir samfélagið svona þegar því finnst því vera ógnað, til dæmis af völdum umferðarslysa? Við setjum lög bílbelti og við sættum okkur við það. Við höfum takmarkað reykingar og eiginlega bannað úthýst reykingum af hverju, ekki bara til þess að forða þeim sem reykja frá því að ánetjast eða að forða þeim sem væri í hættu að byrja að reykja, ánetjast reykingum, heldur líka til þess að vernda þá sem ekki reyka frá óbeinum reykingum. Það má raunverulega
svona með sömu rökum segja það að ef að það fer verulega í vöxt að foreldrar vilja ekki bólusetja börnin sín, þá eru þau raunverulega búin að búa til umhverfi sem gæti kalla fram mislingafaraldur og þá raunverulega í gæsalöppum börnum sem ekki einlega komu að þessari umræðu, en ég heldur foreldrar þeirra, orðið ógnað af þessari afstöðu þeirra foreldra sem ekki vilja bólusetja börnin sín. Kemur þá til greina að setja lög? Skylda fólk til að vera allavega finnst mér að við séum komin að því að ræða það hvort að komist í tími til þess að til dæmis að krefja börn sem fara í leikskóla bólusetningarvottorð. Þetta þekkist víða í öðrum löndum. Börn ekki tekin inn í leikskóla eða skóla nema þau hafi viðhlítandi bólusetningarvottorð. Fólk ekki ráðið til vinnu allavega í heilbrigðisþjónustu nema að hafa bólusetningarvottorð. Það að vísu á svæðum þar sem bólusetningartíðnin lægri en hér. En þetta alveg ljóslega spurning sem við þurfum að fara að spyrja sjálf okkur og svarinni einhvern tímann á næstu misserum. Umræðan hefur verið mikið þetta og hún hefur ratað inn í sali Alþingis núna í vikunni. Það var einn þingmaður Pírata sem svona gagnrýndi hvað umræðan hefur verið heiftúðug og þeim sjónarmiðum ekki leyft að njóta sín sem að halda því fram að það geti verið skaðlegt að bólusetja börn. Er þetta ekki alveg sjónarmið sem að má heyrast? Jafnvel þótt að þið hafið svona sterkar skoðanir á öndverðu sjónarmið? Sjálfsögðu nauðsynlegt og ekki bara nauðsynlegt, sjálfsagt að ræða þessi mál. En hins vegar held ég að það sé rétt eftir þingmanninum haft að hann eða hún hafi talað svona átök milli tveggja hugmyndafræðilegra póla. Og ég held að við þurfum aðeins að horfa til þess. Þegar við tölum hugmyndafræðilega póla þá getum við notað það þegar við erum að ræða pólitík eða trúmál. En hérna erum við að tala staðreyndir. Við erum að tala eiginlega það sem mér finnst vera skotheldar staðreyndir og þá þurfa þeir að mínu mati og vonandi fleiri sem á andstæðri skoðun að geta rökstutt hana. Ég ekki viss að þau rök hafi komið fram á nægilega skýran hátt og ég allavega skil þau ekki ef þau eru einhver. Við þurfum að geta tekist á þetta mál með rökum, ekki með tilfinningum. Þetta er þannig mál. Þannig að það tilfinningar sem öðrum megin rök hinum megin. Þú ert alveg glerharður á því, heyri ég. Ég allavega ég get ekki sett mig eða ég veit ekki til hlítar hver rök þessara andstæðinga eru. Eins og ég les þau, þá eru þau rök tilfinninga, þau eru rök frelsis, þau eru rök sjálfsákvörðunar réttar foreldra og það allt saman gott að blessa. Enginn ætlar sér að fara að taka þann rétt eða þá skyldu af foreldrum að leiðbeina börnum sínum en afleiðingarnir verða hins vegar að vera þeim ljósar. Öll orð, allar gerðir hafa einhvers konar afleiðingar og við þurfum þá að geta horfst í augu við afleiðingarnar ef að eitthvað fer úrskeiðis og það raunverulega það sem ég að kalla eftir í þessari umræðu að þeir sem eru á móti bólusetningum að þeir allavega geti þá horfst í augu við mögulegar afleiðingar þeirra afstöðu sem ég ætla að vona að komi nú ekki til. En það ekki algjörlega ábyrgðarlaust að halda þessu fram án betri raka heldur komið það fram. Þetta lokapunkturinn hjá okkur, Sigurður. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma í Kastljós og við ætlum að sjá ykkur aftur eftir helgi á mánudagskvöldi næsta.